Notaðu tippið 1x2 við tippum. Teitur, annar leikluti, hann var svolítið svona brösugur hjá okkur, en að öðru leiti var þetta bara ykkar eign eða ekki? Jú, ég er algjörlega sammálaður og mér er að segja í þessum öðru leikluta erum við með 10-12 stiga forskot og hendum frá okkur 5, 6, 7 possessionum bara á stuttum tíma. Og ég sagði mitt í leikleinu þá að þarna sko í staðin fyrir að þeir náðu þessu niður, minnkuðu þetta og komist yfir, þá höfðum við átt að gera út af leikinn þannig að mér fannst við geta komist 18, 20, 21 stig yfir en það var ekki svo, við vorum, eins og þú segir, við vorum bara lélegir í öðrum leikluta. En hinna 3 leikluta höldum við þeim í 15 stigum eða minna og það er náttúrulega frábært á móti svona góðu sóknarlið. Tveir síðustu heimaleikir hérna, þær eru svolítið yfirlýsingar, 62 stig hjá Þór og 69 stig hjá Ír. Þessi tvö lið geta auðveldlega að skora 100 stig í leik þegar þeir vilja, en þau gera það ekki hér. Nei, Þór skoraði held í 130-40 stig og Ísafirði í gærkvöldi. Við heldum þeim hérna skoralausum í 9 mínútur þegar við spilaðum á móti þeim. En það er, veist, mér finnst náttúrulega fáránlegt að ég fer að monta með okkur varnarleik núna því við erum búin að vera svo lélegir í vörn og útivöllum. Við erum búin að fá sko okkur 107-8 stig á okkur 3 leikir sem er náttúrulega alls ekki nógu gott. Þannig að ekki fyrir þú getur bundið þetta allt saman á heima og útivelli þá getur maður kannski fara að monta sig okkur varnarleik. Nú eru allir að tala þessa jöfnu deild. Erum við þá að sjá þetta gríðarlega mikilvægi í heimavöllunum? Það getur verið, það sé rétt hjá þér, það skiptir þá kannski meira máli. Eins og maður sá leikinni í gær voru allir spennandi meira og minna og svo fóru kannski eins og einhver segir eftir bókinni en hvað segir þessi bók okkur í dag? Ef þú tapar 2-3 leikjum í þessari deild þá dettur þú fyrsta niður í 8.-9. sæti. Þetta er það jafnt. En ég og talandi heimavöllin sko, þá er ég virkilega ánægður því þetta var svona típisku leikur sem Stjarnan hefði tapað síðustu 2-3 tímabil. Og við erum akkur búin að tala það núna að vinna þessa leiki sem við eigum að vinna og þannig held ég að við förum að fá fleiri áhorfendur líka í húsið og fólk fyrir að bera virðingu fyrir heimavöllunum okkar og mér finnst við vera á góðri leið með það.